Komið sæl aftur, föstudagstátturinn rúllar áfram hér á N4, föstudaginn 14. júlí og við nýkomin frá Blönduósi þar sem að fjörið en við ætlum að færa okkur hingað til Akureyrar aftur og ræða svolítið þá stöðu sem komin upp við matvælabrautina í verkmenntaskólanum en það lítur út fyrir að það var ekki nógu margir nemendur þar næsta haust og deildin haldi ekki áfram. Þau eru hingað komin til mín. Marína Sigurgeirsdóttir og Baldur Smári Sævarsson, verið velkomin. Takk fyrir. Þú ert brautastjóri og þú ert matreiðslunemi. Já. Og ef við bara byrjum á þér, af hverju valdir þú þetta nám, Baldur? Af því að ég hef bara mikinn áhuga á matreiðslu og öllu sem tengist henni. Já. Bara... En átt þú ekki bara frekar erfitt með að skilja það að það sé ekki fleiri á þessari skoðun? Já, jú, í rauninni, en það er náttúrulega fullt af nemum sem eru tilbúin að fara í skólan en það er bara meira af fólki sem fer í MK. Það er bara ekki nógu mikil aðsókn hérna á Akureyri. Menntaskólinn í Kópavogi. Já. Marína, hvaða skýringu hefur á því að hverju vill fólk flykkjast suður? Það er náttúrulega, þetta er ekkert einfalt og við vorum að byrja bara síðastliðið haust að vera með full menntun í matreiðslu við verkmenntaskólann á Akureyri. Og við erum ekki að loka brautinni, hérna leiðrétta það, grunnnám matvæla og ferðagreina er virkt og það er kennt samkvæmt námskrá sem tekin var í gildi 2015. Þannig við erum búin að kenna samkvæmt þessari námskrá í 2 ár. Framhaldið er síðan matvælagreinarnar sem eru matreiðsla, matatækni, framreiðsla, kjötþinn og bakari og við höfum fram að þessu ekki verið með fullmenntun í matreiðslu, framreiðslu eða bakstri. Heldur hinum greinunum. Skýringi sem ég hef svo að við náttúrulega erum með samningsbundið iðnnám. Og nemarnir þurfa að vera á samningi á veitingastað sem hefur til þess gilt nemaleyfi. Og staðirnir okkar hér eru bara ekki nógu margir, ekki ennþá, þeir verða það. Og þetta mun bara taka tíma. Verða þessi staðir að vera á Akureyri eða mega þeir vera á öllu Norðurlandi? Þeir mega vera á Norðurlandi og Austurlandi og það er ekkert sem segir að nemendur á Reykjavíkursvæðinu megi ekki líka koma í verkmenntaskólann á Akureyri. Já. Og við þurfum kannski bara að stíga okkar fyrstu skref. Þetta eru 2 bekkir sem er að ræða. Það er 1 hvor bekkur og þetta eru kallaðir 2. og 3. bekkur. Neminn þarf að vera á samningi, sem sagt með löglegan iðnnema samning við veitingastað og hann þarf að taka fyrst 2. bekk sem við vorum með síðastliðið haust eða á haustun 2016, stemdum að því núna á haustun 2017 að vera með 3. bekk. Þá eru umsóknir of fáar til að það sé fjárhagslega gerilegt að halda út til þessu námi þessum bekk núna. En við ætlum sannarlega ekki að gefast upp. Nei. Og ég vona að við getum verið aftur og stefnum að því að vera aftur með 2. bekk á vorun 2018. En það stefnir í að þið getið ekki haldið áfram í haust? Nei, við munum ekki halda áfram í haust. Nei. Það voru 6 umsóknir sem bara ekki nóg. Hvað þarf margar? Sko ráðuneyti segir 12, menntamálaráðuneyti. Það eða fjármálaráðuneyti í rauninni til að fá það sé í rauninni full braut eða fullur bekkur. Það var sett, stjórnendur við verkmenntaskólann töluðum að minnstakosti 8 nemendur. Já. Með gilda umsókn. En þetta er svolítið margþætt vandamál. Þetta er ekki endilega áhugaleysi ungs fólks á þessari námsbraut. Nei. Það er ekki. Þannig eins og þú segir, Baldur, þá er þetta skemmtilegt nám? Já, þetta er mjög skemmtilegt. Segðu mér hvernig það er. Hvernig skemmtilegt? Maður fær bara að prófa alla tegundir á matreiðslu og svo tengist maður bara líka í ferðabransanum og öllu sem tengist honum. Og líka fær maður innsýn í bara þjóninn og allt og bakstur þó að maður sé bara í matreiðslumannum. Og það er það sem ég finnst skemmtilegt, bara að prófa allt. Og svo lærir maður svo mikið af þessu líka. Hvað hefur þú helst lært? Bara alls konar matreiðslu aðferðir, fattarðu. Og svo finnst mér líka skemmtilegt að vera búin að læra eitthvað í þjóninum sem í VFM til dæmis í grunnnáminu. Og svo bara alls konar svona tengingar í ferðabransan sem maður læri líka í 1. bekk í VFM.
Já, þannig að þetta gefur mann svona innsýn í miklu fleiri Þú getur byrjað í þessu og farið svo í eitthvað annað sem tengist bara ferðabransanum eða ykkur. Þetta er mjög fínt nám bara fyrir grunn. Hvernig ætlar þú til dæmis að nýta þér það? Ég ætla bara að fara beint í annan bekkinn og reyna að klára kokkinn bara sem fyrst. Komst þú á samning sem sagt? Já, ég komst bara strax á samning hjá Icelandair hótelinu. Hér á Akureyri? Já. Og hvernig gastu nú selt þig? Já, maður það bara standa sig mjög vel í skólanum sem að gekk mjög vel hjá mér, þannig að það er mjög gott að vera búin að fá góðar einkunnir og svona. Varstu sem krakki alltaf að kokka heima hjá þér eða hvernig kom þessi áhugi? Ég byrjaði kannski svona 13 ára og svo var ég bara að vinna við þetta þangað til ég fór í VFM, þannig að ég ákvað bara að fara í þetta líka, í námið. Hvar varstu að vinna? Ég var að vinna í veitingaþjónustu hjá Jóni Vídalín, til dæmis. Gaman að þessu. Já. En þú hefur sannlega áhyggjur af þessu, þetta ekki... Já, ég náttúrulega er hérna, ég hef það. Ég hef sem sagt í rauninni kannski, ég vil frekar sko bara hugsa þetta þannig að þetta var fyrsta skrefið, en við þurfum að halda áfram og megum ekki gefast upp. Og það er í rauninni frá mínum bæjardyrum séð, þá snýr þetta að því að við þurfum að fá fleiri veitingamenn í samstarfið í skólan. Að þeir séu, sem sagt, finni til ábyrgðar að taka þátt í þessu með okkur. Já, ættu þeir ekki að gera það bara þó ekki væri nema vegna eftirspurnar eftir kokkum? Jú, og þetta er náttúrulega bara þarf svolítinn tíma í rauninni þá hafa verið, við höfum hérna mjög góða veitingastæði sem er að sinna þessu mjög vel. Og ég ætla sannarlega ekki að tala það niður og það er náttúrulega mikið lyftistöng þegar Icelandair hótelið kemur vegna þess að þeir eru með markaðssetta stefnu í að vera með nema. Já. Og það er á fyrirtækið í heild á landsvísu, sinnir þessu. Og við höfum rótgróin fyrirtæki hér á Akureyri eins og Hótel Kea og Bautan sem hafa staðið sig gríðar vel í gegnum árin að sinna þessu. En til þess að geta verið með þess að ef við þurfum að hafa á hverju önn að lágmarki 12 nemendur sem eru stattir á sama stað í náminu í einu, þá þurfum við bara að fjölga stöðunum. Já. Þannig að þú auglýsir hér með eftir? Ég bara auglýsi eftir samstarfi við veitingamenn, ekki bara á Akureyri, hér í nær umhverfinu öllu. Já. Og þegar við vorum að byrja þá hringdi ég í hvern einasta veitingastað frá Blönduósi austur á Firði til að kanna fjölda nemaplássa og þau voru bara ekkert mjög mörg. Þannig að þetta er svona batteri, þú bara þér dettur ekkert í hug bara á morgun, hei, nú opna ég bara veitingastað og tek nema. Þetta er batteri sem þarf að fara í gegnum, það þarf að fá leyfi og það þarf að uppfylla þær kröfur að vera með lærðan matreiðslumann sem hefur sveinspróf og annan sem er með meistararéttindi. Þannig að stundum er gamla góða meistarakerfið okkar flöskuháls. Já, og kannski þarna í þessu tilfelli. Já. Hvernig lítur framtíðin út fyrir þér? Bæði svona, er þetta vel launastarf til dæmis? Já, það er búið að hækka mikið launin núna líka því að það vantar svo mikið matreiðslumenn, þá er margir tilbúinir að borga meira til þess að fá lærða. Þannig að þetta er alveg mjög fínt eins og er. En er ekki vaktirnar langar? Jú, já, þú veist á mörgum stöðum þá er náttúrulega á flestum 12 tíma vaktir, en einhverjir eru með 8 tíma til dæmis. Já, hvernig er að standa í eldhúsinu í 12 tíma? Það er bara ágætt sko, maður er náttúrulega búin að venjast í. Það eru margir sem að þola það ekki náttúrulega, en það er mjög fínt bara. Já. Fleiri frídagar náttúrulega. Já. Vinnur bara lengur á dögunum sem þú ert að vinna. Já, og svo áttu eitthvað smá frí á milli. Já. En svo vantar kokka þannig að þá ertu kannski beðin að vinna líka frídagana þína. Já, það getur alveg gerst, gerst. Þannig að það er hægt að safna sér góðum pening fyrir þetta starf. Já, það er mjög auðvelt. Hvernig er svona andinn meðal kokka? Er þetta ekki skemmtileg stétt? Jú, þetta er mjög skemmtilegt. Það er líka góður andi bara á meðal allra sem er í vinninni og allir að gera það sem þau vilja gera, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt. Já, það er ekki verið að neyða neinn í neitt. Nei. Þannig að svona ef fram fer sem horfir þá verður semst ekkert næsta haust en þið stefnið á að... Því miður er semst ekki þessi 3. bekkur sem við ætluðum að hafa í haust. Nei. Vegna þess okkur vantar bara umsóknir. Og mér finnst það mjög leitt vegna þessara 6 sem að voru sannarlega ætluðu að koma. Og eru þeir þá á leiðinni suður í MK? Já, ég hef ekki heyrt í þeim, ég heldur eigi svo sem ekki auðvelt með það vegna þess að þetta er náttúrulega seint sem að þessi ákvörðun er tekin hér við verkmannsskólanum að það verði ekki þessi 3. bekkur og
Ég hef ekki heyrt í þeim en ég efast stórlega að þeir fari inn í hótel- og matvælaskólan með þessum fyrirvara. En ég vona að við getum blásið vindi í seglin og farið af stað aftur að ári. Já. Að það verði þá komið nægur fjöldi. Ég vona að það gangi vel upp fyrir ykkur og þetta gangi allt upp og takk fyrir að koma hingað til okkar og vekja máls á þessu. Við höldum áfram hér eftir smá stund og þá ætlum við að fá að kynna okkur hvað miðaldadagar á Gásum eru.